Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum en dagur íslenskrar náttúru verður helgina og þess vegna ýmislegt að vera hérna á Akureyri að minnstakosti. En ég ætla nú eiginlega að koma ykkur pínu á óvörum og spyrja ykkur fyrst út í mál málanna. Við vöknuðum við það í morgun að ríkisstjórnin var fallin. Hver voru fyrstu viðbrögð svona fugla áhuga manna við þessum tíðindum? Ég bara heyrði í skógarþröstum úti þannig ég var búinn að gleyma þessum fréttum strax sko. Þannig að ég er ekki mjög pólitískur og þannig að þetta hafði nú ekkert rosalega áhrif á mig. Ég er ekki miður minn í dag sko. Nei, en þú? Ég varði sjálfur sér ekki hissa. Nei. Það sé ekki svolítið sammerkt með öllum að það var enginn neitt rosalega hissa. Það sko. Eða þú veist hissa, jú, kannski að þetta gerist akkurat núna en ekki að þetta myndi gerast yfirleitt. Nei. En þetta verður nú ekki mikil áhrif á dag íslenskra náttúru og fuglaáhugamenn. Vonandi ekki. Nei. Segðu mér aðeins frá því, hvað er framundan hjá okkur? Við Sverrir ætlum að rölta Kjarnaskóg á morgun. Á morgun er dagur íslenskra náttúru. Já, á laugardag. Á laugardag. Og við ætlum að rölta þar og bjóða fólki með okkur. Þar eru góð aðstæður til þess að sjá minnstu fuglarna okkar. Fugla sem kannski margir hafa ekki eins og séð, sem hafa samt svolítið áhuga á fuglum. Það nú kannski sérstaklega að tala glókollinn, sem pínu lítill en við erum svona vanir að eiga við hann. Þannig að við vonandi getum bent fólki til dæmis á hann. Það er svona svolítið svona gulrótin að ná að finna hann þarna kannski? Það í sjálfu sér ekki vandamálið að finna glókoll þarna. Það stofninn virðist vera bara býsna stór og maður heyrir í honum, eða réttara sagt, Eyþór Ingi heyrir í honum, ég er orðinn svo gamall að ég heyri ekkert í honum nema ég sé nánast með hann á hausnum á mér. Og þetta stundum alveg óþolandi þegar við erum að ganga hérna og hann segir þarna er glókollur og ég segi bara í ávinnu minn. En við náum, sem sagt, við getum kallað fuglana til okkar. Nú? Og með því að spila söng þeirra eða varnaðarhljóð, þá koma þeir til að athuga hvað er á seyði. Já. Og í því sambandi þá notum við þá aðferð líka þegar ég er að merkja þessa fugla. Já. Þá setjum við upp sérstakt net sem á góðum stað og síðan spilum við, höfum annarkvæmt bara síman okkar undir netinu eða hátalara sem við stjórnum úr símanum og nú spilum við glókoll og það hvort að þeir kom ekki og svo spilum við músarindil og það hvort að músarindelni kom ekki. Það er alveg magnað. Ég ætlaði að segja, ég ætlaði að ljúga því að þeir myndu koma að leiða við birtum. Já. Þú bara ljóstra upp. Alltaf koma þeir. Já, við skulum alltaf orða það þannig að einhver heyrir í þeim leið og þú birtist. Við hugsum eiginlega mest fuglana á varptímanum, svona einhvers staðar snemma og vors, svona þá oft verið að skoða fuglana, en utan varptíma er náttúrulega ekkert síðra að skoða þá eða hvað eins og núna. Hvað er að gerast hjá þeim núna í lífinu? Þeir eru nú bara að undirbúa sig fyrir veturinn væntanlega. Sko þessir fuglar sem að kannski við erum fyrst og fremst að horfa eftir þarna í Kjarnaskógi, skógarþröstur, glókollur, músarindil og auðnutittlingur, að 3 af þessum, sem allir nema skógarþrösturinn, eru staðfuglar. Já. Þannig að þeir eru í skóginum allan veturinn. Og á þessum tíma þá eru margir þeirra svona farnir að mynda hópa, sérstaklega þó auðnutittlingarnir. Þeir eru komnir í litla hópa sem að svona flakka saman og það getur stundum verið býsna mikið líf þegar við spilum auðnutittlinga söng og fáum kannski 30 fugla í netið í einu. Já, hérna. Þetta er örugglega mikið sjónarspil að sjá. Það sem að geta, Sverrir ætlar að hafa netið með sér og ætlar að setja upp net á morgun og þannig að vonandi getur það fólk fengið að sjá bara hversu litlir fuglarnir eru. Það er eiginlega það ótrúlega eins og með glókollinn, hvað hann er ótrúlega lítill. Hvað er hann? Hann er hvað, 5 grömm? Já, hann er svona 5 til 6 grömm. Og ef þú tekur til samanburðar fugl sem að þú þekkir vel, skógarþröstinn, að þá er hann svona 70 til 90 grömm. Já, og manni finnst hann nú smár. Já, og okkar aðrir minnstu fuglar, músarindil og auðnutittlingur eru þetta svona 14 til 16, 17 grömm. Já. Þannig að glókollurinn er bara 1/3 af
af þeim sem eru næstir í röðinni. Já, hérna, það hlýtur þetta var örugglega alveg ótrúlegt að sjá hann, en ég veit að þú ert svolítið fyrir að skjóta fugla, ekki með byssu samt, heldur með myndavélina á vopni. Þessi áhugi þinn á því, hvernig, þetta nú, ég hef heyrt í svona áhuga ljósmyndur og fagljósmyndur sem að, sko, þeir eru að leita af einhverjum ákveðnum tegundum til að mynda og jafnvel merkja hjá sér. Hvernig ert þú í þessu? Sverrir kallar þá krossfara. Já. Það hérna, ég var svoleiðis, ég svona eldi svolítið við þessa flækinga sem koma hingað. Já. En eftir ég eiginlega Sverrir að þakka, sko, ég fór í, hérna, bara komin heim einhvern veginn í að vera meira en að vera að hugsa að vera bara að taka þátt í þessum eins og merkingunum með honum og hérna, þessum vísindastörfum, sko, að fá að hanga með í því, en ljósmynda áhuginn, þetta bara blandaðist saman einhver æsku áhugi á fuglum og tækja að della, sko. En þú þekkir svolítið til fólk sem er í þessu, hvað kallar það, krossfararnir? Já. Jú. Þetta er bara ákveðin hópur fuglaskoðara sem er kannski fyrst og fremst að safna tegundum. Já. Og þeir leggja á sig að fara þvert yfir landið ef að þeir frétta af einhverju tegund sem þeir hafa ekki séð áður. Það er bara þannig. Já, og ferðast jafnvel til útlanda til þess að safna tegundum. Það hafa alveg komið ferðamenn hingað einmitt bara gaggjart til þess að sjá einhverja tiltekna fuglategundir. Já, sko, evrópskir fuglaskoðarar koma kannski hingað til þess að sjá amerísku tegundirnar okkar. Já. Himbrimann og húsöndina og straumöndina. Og sem þeir sjá ekki annar staðar í Evrópu. Já. Og einnig eru svona býsna margir evrópski fuglaskoðarar sem eru að koma hingað til þess að sjá fuglana sem eru hjá þeim á veturna, að sjá þá í fullum varpbúningi. Já, auðvitað. Því að þeir líta, margir þeir að líta allt öðruvísu út á veturna heldur en á sumrin. Nú, það er mikið breyst, ef við tölum Kjarnaskóg, það er mikið breyst, ég upplifi það mikið líf, það eru blakvellir og það eru leiksvæði og þetta er orðið ótrúlegt ævintýraland í bara þeir sem ekki hafa lagt leið sína í Kjarnaskóg, ég hvet á til þess að fara. En hefur þetta einhver áhrif á fuglalífið? Það held ég ekki. Nei. Skógurinn er það stór og við getum allavega sagt með sanni að það hefur orðið fjölgun af vissum tegundum. Glókollurinn er nýr landnemi hjá okkur. Hann kom hingað fyrst rétt aldamótin og bara var kominn hingað í Eyjafjörðinn nánast strax. Og ég man eftir á fyrstu árunum eftir að við fórum að sjá glókoll, þá fórum við á veturna. Maður labbaði hringinn í skóginum og spilaði og beið eftir að sjá einn eða tvo. Maður bara var kátur en maður náði að sjá einn eða tvo á þessum árum. Sko núna, þau skipta ábyggilega hundruðum. Já, þeir eru bara alls staðar. Í öllum skógum held ég, alveg örugglega öllum skógum sem eru með barrtré á Eyjafjarðarsvæðinu, ég er alveg vissi það. Magna. Og hér út allan bæ. Út allan bæ. Að lokum, fyrir þá sem hafa áhugaði að mæta og fá að slást í för með ykkur, hvert eiga þeir að mæta og klukkan hvað? Við ætlum að leggja stað frá bílastæðinu, miðbílastæðinu. Hjá klósettunum? Já, í Kjarnaskógi, klukkan 2. Og það er bara að gera að vera með þeir semlegu skóm og ef mér vilja hafa nesti þá er það bara fínt og þetta er fínt fyrir alla fjölskylduna. Reynum að, við höfum báðir mikið áhuga að sýna krökkunum hvað náttúran er dásaleg og reynum við þarf ekkert meira, ef menn eiga sjónauka og kostar ekki neitt. Það er fuglavernd sem stendur í þessu með okkur. Já. Og bara við hvetjum sem flesta til að koma og vera með okkur. Yndislegt, takk fyrir að koma, herramenn. Þetta var örugglega yndislegt. Ég hvet ykkur bara til þess að mæta í Kjarnaskóg hjá klósettunum klukkan 2 á morgun og grípa bara alla sem áhuga að hafa og geta rölt þarna Þetta verður örugglega skemmtilegt. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.